Kæru vinir, hér erum við komin saman í Keflavíkurkirkju til að minnast okkar kæra Jóns Þórs Karlssonar sem lést í Bandaríkjunum 11. maí síðastliðinn. Minningastund þar hefur farið þegar fram á hans heimaslóðum en hér eru hans jarðnesku leifar komnar sem að hans ósk verða lagðar til hinstu hvílu í leiði ömmu hans og afa, Valdimars og Árnínu eftir athöfnina hér í kirkjunni. Fjölskylda Jóns Þórs þakkar samúðina sem þið sýnið með að koma hingað og kveðju til þeirra og hvetur ykkur til að staldra við og þiggja veitingar í samnæðarheimili kirkjunnar að athöfnlokinni. En eiginkona Jóns Þórs, Tonja og Kristinn Þór, sonur þeirra, lentu bara hér í morgun og eru með okkur hér í dag og núna fram að bæn þá ætla ég að leyfa mér að ávarpa fjölskylduna á ensku og lesa fyrir þau kveðjur sem að hafa borist frá vinum og ættingjum sem ekki geta verið með okkur hér í dag. Dear Tonja and family, we are sorry for your loss and we send you our deepest sympathies. You can feel the love towards you that fills the church today. And I have been asked to read condolences to you from family and friends that can't be with us here today. First is the aunt of Jón Þór, Guðrún Teitsdóttir, and her husband, Eysteinn Eyjólfsson. They send you their deepest condolences, and the same goes for Davíð Örn, who lives in London, and Jón Þórs friend Unnar Þorbjörnsson, flight director in the US. Let's pray together og nú skulum við signa okkur og biðja saman. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn Guð, við þökkum fyrir lífið sem við þiggjum úr hendi þinni. Og þökkum við fyrir góðar minningar, þökkum við fyrir dýrmæta minningu Jóns Þórs og byggjum þig að umvefja þau sem syrgja hann og eiga sárt að binda og leyfu þeim að finna að þú víkur ekki frá þeim og yfirgefu þau ekki. Blessaðu þessa stund. Gefðu huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist og við byggjum í hans nafni. Amen. Nú vil ég biðja ykkur sem er auðvelt með að rísa á fætur og við skulum syngja saman upphafssálminn. Ég kveiki á kertum mínum. Sálmum sínum
Heyrum heilagt orð úr Davíðssálmum. Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara heimins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki, nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarheitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Amen. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time when he's gone. Wonder if he's going to stay. Ain't no sunshine when he's gone, and his house just ain't no home. Anytime he goes away. And I
You ought to leave your thing alone, but ain't no sunshine when he's gone. Ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home anytime he goes away. Anytime he goes away. Anytime he goes away. Anytime he goes away. Í fyrsta bréfi Jóhannesar standa þessi orð: í því birtist kærleikur Guðs til okkar, að Guð hefur sendt engason sinn í heiminn til þess að hann skyldi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að Guð elskaði okkur. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur. Amen. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong.
say, if I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Mætti ég þá biðja ykkur að rísa á fætur og við skulum heyra heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja Jesú. Og mjög árla, hinn fyrsta dag vikunar, sólarupprás, koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steinunum frá grafamönnunum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steinunum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelgdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn, þar sem þér lögðan. Og þannig hljóðar það heilaga Guðspjall og sæl erum við þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Nú ætlum við að heyra upptöku þar sem að Jón Þór syngur sjálfur fyrir okkur lag eftir vinans Carl Blue Wise og Ron Williams, It Makes Me Wanna Cry. Look out my window, I see children playing in the street. Some of them haven't had enough to eat. As I walk through my neighborhood, I see people with clothes all tattered and torn. Some have no shoes on their feet. Tonight they don't know where they will sleep. It makes me wanna cry. As I walk a little further, I see an old lady sitting on her porch, talking about Jesus coming back. Yeah, he's coming back to set us free. As I look towards the sky, tears fall from my eyes, 'cause in my heart I know it's true. Someday he's coming back to rescue me and you. It makes me wanna cry, 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 cry. It makes me want to cry.
on all this hurt. So many people, all mixed up and confused. Father, help us with your love. Look down on us every day and night. If you believe in Him, you will surely see the light. It makes me wanna cry, It makes me want to Í bók Predikarans í Gamla testamentinu segir að öllu sé afmörkuð stund og að sérhver hlutur undir himnunum hafi sinn tíma. Það segir að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Og þarna á milli lífið og mörk þess, þetta tvennt, fæðing og dauði. Og svo einn daginn erum við kölluð héðan og þá hættir tíminn að skipta máli. En Guðsorð segir að það var kannski séð að þá fyrst sem við skiljum dýpt eilífðarinnar, sem hafin yfir mörk tímans. Eða eins og Páll postuli segir, nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekkja, eins og ég sjálfur gjörþekktur orðinn. Jón Þór Karlsson fæddist í Keflavík 7. október árið 1966. Hann yngri sonur foreldra sinna, Margrétar Lilju Valdemarsdóttur og Karls Hermannssonar. Bróðir Jóns Þórs Hermann Árni, 2 árum eldri. Jón Þór var að sögn alveg einstaklega rólegt og ljúft barn og með honum og Hemma bróður hans var alltaf mjög kært. Þeir áttu hóp frændsystkina á líkum aldri og öll voru þau miklu vinir. Jón Þór var ljúfur og skemmtilegur strákur, hlýðinn en stríðinn. Fjölskyldan bjó lengst af að Faxabraut 64. Hverfið þar var mjög barnmargt í þá daga og nóg við að vera fyrir allan krakkaskaran. Miðsvæðis var gríðarlega flott leiksvæði, fótboltavöllur og leiktæki og ekki má heldur gleyma smíðavellinum sem var starfræktur á sumrin. Jón Þór var alltaf vinamargur og vinsæll strákur og ég einn af þeim sem var svo lánsamur að vera í hópi æskuvina hans. Stundum sagt að snemma beygist krókurinn og Jón Þór var maður þeirra gerðar að allt sem hann fékk áhuga á, allt sem hann ætlaði sér, tók hann alla leið og helst aðeins lengra. Á unglingsárum tók hann ástfóstri við bardagahetjuna Bruce Lee og í framhaldi æfði hann Kung Fu með góðum félögum í Keflavík. Á því tímabili komu við nokkrir vinir einu sinni sem oftar heim til Jóns Þórs. Þá var hann í sturtu og okkur að vísa henni í herbergið hans. Eftir smástund kom Jón Þór úr sturtunni með handklæði sem miðjan, horfði einbeittur í spegilinn, tók nokkur vel valinn Kung Fu högg út í loftið. Svo fær hann þessi nær speglinum og spurði, hvað finnst ykkur strákar? Eru augun í mér ekki smá skrásett?
Að sjálfsögðu langaði til að líkjast Bruce Lee í einu og öllu. Jónþór náði mikilli færni í Kung Fu og þeir félagarnir voru oft fengnir til að sýna listi sínar á böllum og skemmtunum. Og Jónþór bjó vel að þessari bardagafærni síðar í lífinu þó hann beitti henni aldrei að fyrrabragði. En áður en ég held lengra þá ætlar frændi hans hann Eiríkur Hermannsson að koma og deila með okkur nokkur minningum. Þetta var ekki eitthvað? Já, svona. Þetta er ekki fyrir fullvaxna. Það frekar raunveruleg tilfinning að standa hér og minnast Jónsdórs með nokkrum málum. Margar minningar. Svo fyrsta er að fæðingu hans á neðri hæðinni á Hafnargötu 73. Aðfaranótt 7. minni mig, ég held að það nótt aðfaranóttina. Það var óvænt innkoma og eftirminnileg, hann kom með miklu brauki og bramli og var þar með annar barni sem fæddist þar í litlu íbúðinni. Hinn var ég sjálfur 15 árum áður. Svo fylgdist maður með drengnum, ljósarðum og brósýrum snáða, vaxa úr grasi, reyndar óksar mjög hægt úr grasi, var lítill og permisinn til að byggja með, en svo litið kjagandi göngulag, utan við sig og jafnvel feiminn, alltaf eitthvað að hugsa og pæla í hinn og þessu. En feiminn rjáttlega fljótt á honum. Ég held ég að engan mann þekkt sem var jafn fljótur að sýna fólki áhuga, blanda geði og hann. Að finna það sem sameinar blá og kunnugt fólk. Þannig mynduðust oft hengst sem urðu að vinna böndum, alveg áreynslulaust, opið og falslaust. Hann hafði bara áhuga á fólki og því sem það var að gera. Sérstaklega er það snýra tónlist eða matargerð, en það var þó alls ekki bara bundið við það. Heimurinn væri vissulega betri ef fleiri hefðu þennan hæfileika. Hann var snemma mjög hugfanginn af umsvifum varnarliðsins á vellinum, sérstaklega fluginu, sem átti eftir að verða hans ævistarf eins og þið öll vitið. Á sama tíma hafði hann nokkrar áhyggjur af róttækum skoðunum frænda sinna, Gunnar móðbróður og Eiga föðurbróður, sem báðir neyðust vel til vinstri. Mér er minnistætt þegar eitt sinn ég var í heimsókn Karl og Möggu, að Jónþór smágutti með nokkra vini sína kom askvaðandi inn í stofu og benti á mig nýja síðherða stúdentinn og sagði: "Þetta er kominn." Ég sagði ykkur að væri frændur minn og mér leiði svo sýningargreitt ykkur í fullvössafni, en strákunum fannst þetta greinilega mjög merkilegt. Kannski hefur Guðmundur Karl verið einn af þeim. Á unglingsárunum fór það svo að Jónþór kom til okkar Oddnýja austur af Laugalandi Holtum og bjó hjá okkur einn vetur og lauk þar grunnskólaprófi. Hann féll vel inn í hóp sveitakrakkana en hélt svo vel persónueinkenni sínum og áhugamálum. Stundaði sína sjálfsvarnar íþrótta miklu kappi í íþróttahúsinu, yfirleitt einn að loknum skóladegi. Þetta vakti athygli og þótti einkennin yfirlega. Og Már Sigurðsson, íþróttakennari, bað hann að halda sýningu á þessu fyrir skólasystkini. Það gerði hann, sýndi listi sínar á störk og störk, svo öðrum var á hófa og þar með sló hann í gegn með þessu strákurinn. En hann stundaði líka námið að samverðursenni og lauk samræmdu prófum með miklum ágætum. Hann var okkur Oddnýju mjög kær. Á næstu árum sáum við lítið á hann. Hann fór til Bandaríkjanna og náði sér í menntun og yndislega eiginkonu, fallegan son og svo 2 börn til viðbótar eins og þið vitið.
Hann varð mikils megin flugvirki og flugstjóri og mjög vinsæll og farsæll í sínu starfi. Samskipti okkar voru síðari ár mest í gegnum samskiptamiðla, en af og til var hringt og þegar hann kom inn til Íslands var hann einstaklega duglegur að heimsækja vini og ættingja og fór stundum hratt yfir, einn kaffibollur og svo farinn. Hann gaf okkur grillbók og fullt af kryddum í síðustu heimsókninni og hann ætlaði að kenna mér að grilla almennilega einhvern daginn. En það var ekki af því og það voru mikið svo viss. Við Oddný munum minnast hans hvenær sem við heyrum góðs drengs getið. Fjölskyldan og vinahópurinn hefur misst mikið og hans verður sárt saknað. Farðu í friði, minn kæri. Eins og framkom í máli Eiríks var Jón Þór mikill Bandaríkjavinur frá barnæsku og hann var harða ákveðinn í að flytja þangað þegar hann yrði fullorðinn. Hann ætlaði að eignast ameríska konu og fjölskyldu og sá æskudraumur rættist sannarlega. 19 ára gamall fluttist hann vestur haf og settist á skólabekk í Spartan College of Aeronautics í Tulsa í Oklahoma og þangað fór hann ásamt æskuvinni sínum Einari Sveinssyni. Á námsárunum kynntist hann eftirlifandi eiginkonu sinni, Tonya Faye Baldridge. Þau gengu í hjónaband 19. ágúst árið 1987. Börn Jóns Þórs og Tonya eru Kristinn Þór, eiginkona Kristins Þórs Jamie Lynn, Árnína Lilja, eiginmaður hennar Jefferson og dætur þeirra Diane Harris og Solstice. Yngstur Jakob sem búsettur í Reykjavík og sambýliskona hans Sunneva María. Jón Þór útskrifaðist sem flugvirki frá Spartan og síðar sem flugmaður og flugstjóri á háskólastigi frá Embry-Riddle skólanum í Tulsa. Hann starfaði 20 ára skeið hjá Ryan International Airlines sem flugvirki og flugvélstjóri og var gríðarlega fær og nákvæmur í starfi sínu. Hann var rómaður sem flugkennari og hann starfaði einnig sem prófdómari fyrir flugmenn. Síðar flög Jón Þór hjá Omni Air International í mörg ár en vinátta Jóns Þórs og Einars Sveinssonar var alla tíð mjög sterk í gegnum tíðina og má segja að þeir hafi talast við nánast upp á hvern dag frá því þeir fóru í námið saman forðum. Þeir áttu góð ár saman sem einkaflugmenn, fyrst hjá nígeríska biskupnum David Oyedepo og síðar fyrir Sheikh nokkur frá Sádi-Arabíu. En sá Sheikh var hnepptur í varðhald af krónprinsi Sáda og þá þurftu þeir félagarnir að erindast talsvert fyrir krónprinsinn sem að tók einkaflugvél Sheikhsins traustataki og þeir félagar lentu í ótrúlegum ævintýrum í ferðum sínum heiminn, til dæmis á Maldíveyjum, Afríku, Asíu, Miðausturlöndum og hér í Evrópu. Þannig að það mætti eflaust skrifa þau bók, þau ævintýri. Þau Jón Þór og Tonya hófu búskap sinn í Luxemburg en þar starfaði Jón Þór tíma fyrir Cargolux. Síðar fluttu þau hingað til Keflavíkur og bjuggu við Hringbrautina með Kristinn Þór lítinn. Þá starfaði Jón Þór sem flugvirki hjá flugleiðum en eftir að fyrirtæki dró saman segl og sagði upp fólki þá fluttu þau aftur til Bandaríkjanna. Fyrst til Orlando en síðustu 20 árin eða svo hafa þau búið í heimabæ Tonya í Vinita í Oklahoma. Jón Þór var, eins og áður hefur komið fram, hvers manns hugljúfi og fjölskylda Tonju vildi eiga í honum hvert bein. Hann var fljótt mikill klettur í fjölskyldunni sem allir vissu að þeir gætu treyst á. Jón Þór sá eldamennskuna í öllum fjölskyldubúðum og líka skemmtiatriðin þegar hann brast í söng. Hann var einstaklega ljúfur og góður pabbi og afastelpurnar elskaði hann út af lífinu. Börnin þeirra Tonju ólust upp við að kalla foreldra sína pappa og mömmu á íslensku
og afa sína og ömmur sömuleiðis. Sömu sögu að segja Diane Eres og Solstice og Jón Þór elskaði að vera Jón afi. Þau Jón Þór og Tonja áttu það sameiginlegt að vera músíkölsk og syngja vel. Þau elskuðu að vera saman í tónlistinni. Koma sér upp flottu hljóðveri heima og hafa unað sér þar löngum stundum við söng og hljóðfæraslót. Jón Þór hafði breiðan tónlistasmekk en síðari árin var það sóltónlisti sem átti hugans allan eins og gefur að heyra í tónlistavalinu við þessa athöfn. Hann tók sér langan tíma í að taka upp efni á plötuna sína, Call Me, sem kom út árið 2019. Og meðal annars var hann tekin upp í því fræga Royal Studios í Memphis, Tennessee. Og þar naut Jón Þór liðsinnis ýmissa góðsagna úr sólsenunni. Það er skemmtilegt að segja frá því að einu sinni höfðu Jón Þór og annar flugmaður viðkomu í Atlanta í Georgíu. Hótelið þeirra var staðsett í hverfi Þeldökkra en kvöldið þá fóru þeir á karaokebar í nágrenninu og þegar þeir komu þangað þá áttu þeir sig á því að þeir voru einu hvítu mennirnir á staðnum. Enda var þeim heilsað með orðunum Are you looking for trouble? Eða eru þið að þefa upp vandræði? Þeir neituðu því, þeir ætluðu bara að fá sér bjór og svo langaði Jón Þór að taka lag í karaokeinu. Þeir voru látnir í friði en þegar tilkynnt var að næst myndi Jón Þór Karlsson stíga á stokk með Marvin Gaye lag, þá voru þeir félagar látnir vita af því að ef hann færi illa með Marvin Gaye, þá myndi mannskapurinn á staðnum fara illa með þá út á planinu. Jón Þór lét sér fátt finnast, hann söng lagið og lauk við dynjandi lófaklapp og hann og félagar hans drukku frítt á barnum þar sem eftir var tóks. Ég myndist áður á að Jón Þór hafi eldað í fjölskylduboðum og það var ekki af ástæðulausu. Hann var sjálfmenntaður náttúrukokkur eins og áður hefur komið fram og matseldin hreinlega lék í höndum hans. Hann safnaði kryddum á ferðum sínum heiminn og var sérfróður krydd og setti saman alls konar kryddblöndur og var sérstaklega lungið við að finna út hvaða krydd pössuðu saman. Hann tók þátt í chili-keppni í Vinita en þar slóðir þá kann fólk tökin á sínu chili. En engu að síður gerði Jón Þór sér lítið fyrir og vann þessa keppni. Fyrir nokkrum árum keypti fjölskyldan gamlan matarvagn sem Jón Þór gerði upp með slíkum glæsibraga eftir var tekið. Vagnin fékk íslenska nafnið Pylsuvagn og úr honum seldi Jón Þór, Tonja og Árnína dóttir þeirra pylsur upp á íslenska mátan með öllu því sem við setjum á pylsur. Hann lét það ekkert stoppa sig þó að SS væri ekki til í samstarfi að senda pylsur út til hans. Heldur þróaði hann pylsur ásamt þýskum pylsugerðarmeistara þar til SS-bragðinu var náð. Útkoman var frábær og Jón Þór lýsti þessu einu sinni þannig fyrir mig pylsunum sínum: mínar pylsur eru betri en SS því að á þeim ekta skinn. Þær eru nákvæmlega gummi eins og pylsurnar sem við fengum í barnaafmælum í gamla daga. Jón Þór var mjög stoltur af pylsuvagninum, en það sló hann rækilega í gegn og var vagnin pantaður á alls konar sýningar þar sem mannfjöldi kom saman. Og það fer sannarlega vel á því að sjá Jón Þór glaðbettan í sölulúgunni með pylsu í hönd framan á útferðarskránni. En hann var, eins og áður hefur komið fram, umfram allt fjölskyldumaður, afskaplega frændrækinn og vinarækinn. Hann hugsaði mikið heim, hann elskaði Ísland og Keflavík stóð hjarta sérstaklega nærri. Lagið sem við fáum að heyra hér á eftir Jón Þór syngja, Coming Home, eftir hann bæði lag og texti og hann tilengjaði það fjölskyldu sinni bæði heima og heiman. Á YouTube má finna fallega jólakveðju frá honum með þessu lagi, þar sem hann klippir saman fjölskyldumyndir og myndir frá Íslandi. En Jón Þór lést á sjúkrahúsi í Oklahoma 11. maí síðastliðinn eftir skammvinnan afar erfið veikindi.
Í upphafi máls míns var með tíðrætt mörk tímans og mannsævinnar út frá orðum predikarans. Þegar nánar aðgáð þá tjá þau orð fyrst og fremst hvað heimurinn takmarkaður vegna þess að hann þekkir ekkert annað en hömlur tímans. Orð predikarans segja hins vegar ekkert gæði lífsins né gildi mannsins. En það er það allt önnur kategóría. Því gildin og gæði lífsins eru best metin á mælikvarða kærleikans. Þá á ég við kærleikans á milli okkar manna. Og þess vegna erum við hér, ekki satt. Við minnumst Jónsþórs þessa hjartahlýja og stórhuga góðmennis sem fylgdi draumum sínum eftir og léti ekki bugast og kveikti ljós í stað þess að fárast yfir myrkrinu. Kæra fjölskylda Jónsþórs, þið hafið misst mikið. Guð gefi ykkur öllum huggun og styrk í sorg ykkar. Forðum sagði Davíð konungur að svo sannarlega sem Drottinn lifir og þú sjálfur lifir þá er aðeins eitt skref á milli mín og dauðans og þetta skref munum við öll stíga einhvern tíma. En ljós heimsins, Jesús ljós allra á jörðu og himnum, lifandi og látinna, veit hvað það er að lifa, elska og missa. Huggunin frammi fyrir sorginni er sigur hans yfir dauðanum. Við eigum hann að sem dauðinn megnaði ekki að halda. Vonaland trúarinnar er himinn Guðs. Jesús sagði þið eru ljósið heimsins og þannig lýsi ljós ykkar meðal mannanna að þið sjáu góð verk ykkar og vexa með föður ykkar sem er á himnunum. Með öðrum orðum, við þiggjum þetta líf til að kveikja ljós, til að sjá það fallega í lífinu, umbera mótlæti og sigrast á því. Og þannig lýsti ljós okkar elskaða Jónsþórs sem við kveðjum nú. Við komum ekki bara saman til þess eins að gráta yfir því að lífið verður snauðara án hans, heldur til að þakka fyrir Jónþór og hvernig hann elskaði af heilu hjarta og annaðist sína nánustu og sinnti vinum sínum öðrum til eftirbreytni. Við Jónþór vorum í ágætu sambandi síðari ár og ræddum meðal annars trúna og tilgang lífsins og ég get sagt að Jónþór var trúaður maður. Við erum ekki komið hér saman til þess að hugsa hvað lífið er sorglegt og hverfult, heldum ykkur fremur til að þakka fyrir dýrmæta minningu Jónsþórs. Davíð Stefánsson orti eitt sem ljóð sem ég held mikið upp á og það heitir bara ljóð og hljóðar svo: hver lítil stjarna sem lýsir og hrapar er ljóð sem himinin sjálfur skapar. Hvert lítið blóm sem ljósinu safnar er ljóðum kjarnan sem vex og dafnar. Hvert lítið orð sem lífinu fagnar er ljóð við söngin sem aldrei þagnar. Guð blessi minningu Jónsþórs Karlssonar og Guð blessi þig. Just to see your lovely smile, just to hear you breathe again. No other one could ever do. You're the reason that I live. Now I'm coming home to you. You're the sunshine in my heart. Oh, I want to be home with you.
flying high on your love. You're the wind in the sky. I see your face everywhere, and I want you in my arms. Coming home, coming home, coming home, coming home to you. Now I'm coming home to you. You're the sunshine in my heart. Oh, I want to be home with you. You're the music in my life. Just to see your lovely smile, just to hear you breathe again. No other one could ever do. You're the reason that I live. Now I'm coming home to you. You're the sunshine in my heart. Oh, I want to be home with you. You're the music in my life. Now I'm coming home to you. You're the sunshine in my heart. Oh, I want to be home with you. You're the music. Biðjum saman, let's pray together. Merciful God, eternal friend, our Creator and Savior, you are our comfort and strength, the source of wisdom, truth, and love. Be close to Jónþór's loved ones, now as we entrust him to your eternal care. Amen. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. 'Cause I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. That's why I'm easy.
like Sunday morning. It's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Because I'm easy like Sunday morning. Because I'm easy like Sunday morning. Alla bænir okkur og hugsanir felum við í bænina sem Jesús kendi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú ætlar Valdimar frændi Jónsrós að leiða okkur í söngnum Línon Mí og við erum hvött eindregið til þess að taka undir í viðlaginu. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things you need to borrow, for no one
Moldað verður í kirkjugarðinum á eftir, en hér á lokum vil ég flytja ykkur blessun Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen.